Landsvirkjun skoða nú réttarstöðu sína varðandi gjaldtöku Landeigandafélags Reykjahlíðar við Námafjall og Leirhnjúk. Landsvirkjun hefur haft svæðið á leigu vegna jarðhitanýtingar frá árinu 1971. Innan Landeigandafélags Reykjahlíðar standa deilur gjaldtökuna sem hófst í júní. Sýslumaðurinn á Húsavík samþykkti í morgun kröfu nokkurra félagsmanna lögbann gegn gjaldtökunni og vakti það hörð viðbrögð hjá talsmanni þeirra félagsmanna sem vilja rukka gjaldið. Þetta sagði hann í fréttum okkar fyrir í kvöld. Ég held að menn átti sig ekki á þeim afleiðingum sem hér verði í framhaldinu vegna þess að mér kæmi ekki óvart að í framhaldinu myndum við óska eftir því að svæðunum yrði lokað. Stjórnvöld hafa þegar úthlutað 10 milljónum króna til uppbyggingar stíga og til að tryggja öryggi ferðamanna á svæðinu. Viðskiptasamband milli ríkisins og Reykjahlíðar hefur reyndar staðið lengi. Árið 1971 keypti ríkissjóður jarðhitaréttindi í landi Reykjahlíðar, meðal annars þess svæðis sem ferðamenn sækja. Í greinargerð af vef forsætisráðuneytisins segir að með samningnum hafi ríkið jafnframt öðlast nauðsynleg landsréttindi, þar á meðal aðstöðu til mannvirkjagerðar. Landsvirkjun keypti réttindin af ríkissjóði árið 1985 og samkvæmt heimildum fréttastofu velta lögfræðingar fyrirtækisins nú fyrir sér hvort Landeigandafélaginu sé stætt á að selja aðgang að landi sem Landsvirkjun leigir og þá einnig hvort þeim sé heimilt að loka fyrir aðgengi almennings að því.